Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Við ætlum að ræða strandeldi sem við höfum svolítið gert. Það frumvarp lagareldi inn í þinginu og það hefur valdið svona sveiflum í samfélaginu sem margir taka þátt í að ræða og það sýnir hversu mikilvægt þetta málið og sýnir kannski líka að það lífi í samfélaginu okkur. Það margir sem taka þátt í því og einn af þeim Alfreð Sturla Böðvarsson, ljósamaður, maður kallaði það. Já. Þú skrifaði grein á Vísi. Já, akkurat. Fannst þið knúin til þess? Já, ég fannst bara, ég var bara... Má ég spyrja þig fyrst að því, svona, því að ég er líka forvitinn að því, svona, hvernig fólk tekur þátt í samfélagsumræðinni. Já. Af hverju ákvaðstu að skrifa þetta mál? Þetta hefur bara brunnið á mig svolítið lengi, hvað við Íslendingar erum svona kannski sinnulausir. Gagnvart spillingu og því sem að gerast í þjóðfélaginu. Og ég bara sett bara á vegginn hjá mér á Facebook oft svona alls konar komment og ég fannst þetta bara vera orðið svo fáránlegt. Að þeir sem ætla að græða á þessu, hvað að ríkisvaldi raunverulega þjónar þeim? Já, það er bara þeir sem í fyrirtækjarekstri, þeirra hagsmunir ganga alltaf fyrir hagsmunum þjóðarinnar. Eins og í útgerðinni og núna í sjókvíeldinu. Það er alltaf þeirra hagsmunir sem ráða öllum stjórnvaldsákvörðunum og þetta frumvarp bara hreinlega hannað fyrir sjókvíeldið en ekki þjóðina sem á firðina og ég var bara sunnudaginn bara að lesa greinar þetta á viðtöl og skrifa þetta bara niður og senda inn og svo bara næsta morgun var þetta komið á Vísi þannig. Fólk var að lesa þetta og fólk var að benda mér á þetta. Já, mér finnst bara sjókvíaeldi náttúrulega ofsalega ósjálf bjarga atvinnugrein. Norðmenn framleiða 1,2 milljónir tonna af eldislaxi á ári en það þarf 2 milljónir tonna af fiski til þess að fæða þessi 1,2 milljónir tonna. Er ekki gefið soja líka fiskunum? Er þeim ekki gefið soja líka? Já, þeim gefið alls konar drasl en mörg Afríkuríki að búa til fæði fyrir norska laxeldið mörg þúsund kilometrar í burtu og kolefnisspor eldislax 5 sinnum meira heldur en villtalaxins. Þannig að þetta er bara og náttúrulega fyrir utan alla mengunina af þessum iðnaði Þannig að og ég fannst þetta bara orðið svo fáránlegt að ég var bara að láta í mér heyra En það einhvern veginn sagan svo að það byrjuðu ykkurir í svona eldi og svo gekk það svona upp og ofan og lengi vel heldur Íslendingar að sjórinn væri eiginlega of kaldur þangað til að það var farið að rukka fyrir leyfi í Noregi að þá allt í einu var hagkvæmara þótt að fiskurinn væri aðeins lengur að vaxa á Íslandi að þá var það orðið hagkvæmara því að leyfi voru svo dýr í Noregi og þá allt í einu bara fer þetta einhvern veginn í gang og allt í einu komið kvíar út allt fyrir vestan og fyrir austan. Algjörlega. Og þá kemur að Ríkisendurskoðun núna bara í haust bendir á að regluverkið þarna bara ekki neitt, það bara tætlum. Enda var þetta sett upp í tíð Kristján Þórs Júlíussonar, sjávarútvegsráðherra Sjálfstæðisflokksins og með honum var náttúrulega Einar K. Guðfinnsson, fyrrverandi sjávarútvegsráðherra Sjálfstæðisflokksins. Sem skuttla sér yfir. Já, sem var í forsvari fyrir þessi eldisfyrirtæki, Þannig þessi 2 menn Sjálfstæðisflokksins voru bara að búa til það regluverk. Opna fyrir. Já, fyrir norsku milljarðarmæningana sem eiga þessi fyrirtæki án þess að hugsa nokkuð hagsmuni þjóðarinnar. Þannig og þetta náttúrulega gerst með útgerðina líka. Ég las daginn að útgerðin borgar 27 krónur fyrir hvert kíló af þorski en leigja þetta sína á milli á 500 krónur. Þannig að maður sér að virðið margfalt meira heldur en þeir borga í ríkiskassan og fyrir þannig að Vinstri græn náttúrulega lækkuðu veiðigjöld á kjörtímabilinu. Þeir lækkuðu þau ekki hækkuðu, heldur lækkuðu veiðigjöld Þetta náttúrulega Vinstri græn orðið náttúrulega bara hægri sinnaði flokkur heldur en Sjálfstæðisflokkurinn En svo þegar stjórnvöld fara og við verðum að setja reglur að þá aðlaga reglurnar að því sem að þessi atvinnugrein sem að óks upp í svona einhverju villta vesturstemmingu vill og þolir En þetta bendir til þess að stjórnmálin okkar að þau séu ekki að venda þína hagsmuni. Nei, þau eru alls ekki að gera það og samkvæmt þessu frumvarpi þá til dæmis að gefa vinna gegn þeim. Já, bara vinna gegn öllum hagsmunum okkar.
Þannig að ég skil ekki hvernig þið hægt að leggja þetta fram og ætlast til þess að allir séu sátti við þetta. Og þetta náttúrulega, mér finnst þetta bara svo absúrt, sko. Þetta eins og ég var að vinna í álfunni í Straumsvík og mér myndi bjóðast yfirvinna og ég myndi segja, já, ekkert mál, en ég þarf ekki að rukka fyrir sig yfirvinna, ég bara afsala mér þessum launum, sko. Við erum bókstaflega að afsala okkur tekjum að þessu, sko. Þetta er svo absúrt, sko. Sem þá auðlindarentan, svo kallega. Já, eins og Norðmenn er búin að leggja núna. Þess vegna náttúrulega koma norsku fyrirtækin til Íslands, vegna þess að hérna er miklu auðveldara að gera þetta allt saman. Það sem maður þarf að borga fyrir í Noregi, það er gefins á Íslandi. Já, það er nákvæmlega þannig. Þess vegna koma þær hingað. Þannig það er fyrst og fremst þetta, hvernig svona fyrirtæki og komast upp með það, eða stjórnvöld þjóna þeirra hagsmunum sem þeir ofböð. Já, og líka bara svona náttúrulega mengunin, umhverfisslysinn, hættan á erfðamengun í villtastofnin. Já, það er náttúrulega mjög slæmt. Ég ætlum þessi 70% af villtalaxinum í Noregi er orðinn mengaður og íslenska lífríkið er náttúrulega mjög viðkvæmt og íslenski laxastofnum er bara kringum 50.000 laxar, sko. Þannig hann er svakalega viðkvæmur fyrir öllum svona slysum og erfðablöndun. Þannig að í raun og veru ætti sjókvíaeldi, það ætti að banna sjókvíaeldi, sko. Það er alltaf leið með landeldið, en sjókvíaeldi er náttúrulega bara tifandi tímasprengja. Meina, sko, eftir nokkur ár verður villtilaxinn í Íslandi bara horfinn. Og hvernig ætlum við að benda á þá? Hver á þá að kenna? Þá eru allir náttúrulega stikkfrí. Það er ekkert að benda. Það ber ekki ábyrgð. Nei, vegna þess að íslenski stofnunum ber aldrei ábyrgð en okkur sköpum hlut, sko. En af hverju heldur þetta sé svona? Ég hef stundum sagt þegar maður þylur upp dæmin, hvernig kvótinn er gefinn Samherja og Brim og félögum. Þetta dæmi og miklu fleiri dæmi, þá pröfum maður oft að segja svona, ef þetta væri frásögn sem að væri frá El Salvador eða Namibíu eða eitthvað, þá myndum maður spyrja, hvar eru múturnar? Þetta stendur á því að stjórnvöld eru að gefa örfáum svona gríðarlega fjármuni. Nákvæmlega. Og við getum líka bara að tala stundum þetta byggingaréttur og eitthvað fleira sem er bara alltaf verið að gefa almannagæði. Akkurat. Og það getur ekki svarað þessu að því að við viljum ekki trúa því að séu mútur þarna og það er fá dæmi það á Íslandsugunni að það hafi verið. En af hverju eru stjórnvöld svona ginnkeypt fyrir því að þjóna hennum sterka? Það er stór spurning sem þarf að reyna að svara einhvern veginn. Kannski erum við bara svo meðvirka hvort utanaðkomandi öflum. Við náttúrulega erum sko nýfrjáls þjóð og við höfum verið undir oki Norðmanna og Dana svo lengi að við, kannski er það bara í þjóðakarakternum að við þurfum alltaf að lúffa. Sé tiltekinn hópur sem njóti alls réttar en við njótum einskisréttar. Já, svona elítan valdastéttin þarf að eiga þetta og ráða þessu, skilja. Og ég veit ekki, það er eitthvað, kannski er þetta bara eitthvað í þjóðakarakternum. Við erum bara svo meðvirk og samdauina þessu. Ég meina, mér finnst þetta fáránlegt, sko, og ég skil ekki hvernig við getum þolað þetta, hreinlega. Og akkur er ekki bara óverið þeirra götum úti, oft. Meina að því að þegar svona frumvarp kemur fram, þar sem við ætlum að gefa Norðmönnum firðina og við ætlum að eyðileggja lífríki íslenska fjarða, að fólk skuli ekki flikkast út í götur og brjálað vegna þess að þetta er okkar Ísland og við erum að afsala okkur fleiri 20 milljarða tekjum vegna þess að bara af því bara. Það er undirskriftasöfnun í gangi. Já. Skor Alþingi að hafna þessu frumvarpi. Já. Það var 4.579 skrifað undir það núna. Já, sem er allt á lítið. Vegna þess að við erum einhvern veginn svo meðvitundarlaus. Heldur að almenningur hafi svona litla trú á því að hann geti breytt þessu? Ég held að það hljóti að vera hlutaskýringunni. Að við séum bara föst í einhverju verbúð sem aðrir stýra? Já, ég held að bara ef fólk kemst á útsölu í Kringlunum Smáralind og til Tenerife einu svona ári, þá held ég að fólk bara allt sé bara í góðum málum, sko. Ég held að það sé málið og þetta er líka fjölmiðlar. Það er rosalega lítið af svona þjóðmála umræðu í fjölmiðlum og það fyrir mér þá er heimildin eini alvöru fjölmiðlin sem er að reyna að með einhver alvöru þjóðmála umræðu og hvað er til dæmis heimildaþættir áhrif kvótakjörðins á byggði landsins. Það var búið til leikinn heimildamyndu það sem heit Verbúðin. Já, það var nefnilega frábæri þættir, bestu þættir sem við gerðum þeirra að verið.
En hvar eru heimildamyndinu og hvar sko heimildamyndum áhrif krónuhagkerfisins á heimili landsins? Hvernig var að bera saman 4 manna fjölskyldu í Danmörku og Íslandi? Og sjá hvernig þessum fjölskyldum reiðir af. Við erum sko fangar krónuhagkerfisins og ríkissjóður rekinn alltaf með halla vegna þess að þetta er tekjuvandamál. Þetta ekki gjaldavandamál, okkur vantar bara tekjur. Okkur vantar tekjur af... Gefið eftir tekjurnar til einhverja hópa. Já, til útgerðarna allir mis. Og eru þar leiðandi rekið með ríkissjóð með halla og svona hálfgerði horrim og á ekki efna og að byggja upp grunnkerfi samfélagsins og innviði. Nei, og allir mis í samgöngukerfið, nú hefur umferð á vegu landsins margfaldast með túristum, en það má ekki rukka fyrir það. Sko bílaleigurnar og túristafyrirtækin þau mega rukka útlendingana en ríkið vill ekki skattleggja útlendinga. Manstu ekki eftir gistináttaskattinn sem átti að koma fyrir okkur ára síðan? Það var talað þetta fyrir meir en 10 árum held ég sko. Já, það mátti ekki koma með gistináttaskatt. Það er í öllum borgum Evrópu gistináttaskattur og maður borga bara 2 € á nóttu, ekkert mál. En það mátti ekki gera á Íslandi vegna þess að Icelandair og fleiri voru á móti því sko. Þau vildu rukka útlendingana eins og þau gátu en ríkið mátti ekki gera það sko. Það var eitt sem það var frétt fyrir svona 3 vikum, 4 vikum hvað var illa komið fyrir vegunum í Dalasýslu og Vesturlandi og eiginlega Barðastrandinni og var talað sko þungaflutningarnir með laxeldið sem keyrður í flug að hann var orðinn hættulegur. Það kom til að segja, var aldrei í þeirri frétt svona vangaveltur það að hvort þeir ætti ekki að borga eitthvað fyrir að nota vegina því að einn svona trukkur full hlaðinn, hann eyðir sko veginum eins og allur bílaflóti Vestfirðinga. Nákvæmlega. Það er svo mikil stigmögnun í því að eftir hvað þeir þungi að þessi litlu bílar sem að keyra til vegunum að þeir eyði ekki neitt í samanburði þetta. Það kom aldrei fram í þessar umfjöllun að fiskeldisfyrirtækin ættu að borga vegina sem eru að spæna upp. Heldur var það krafan að við verðum að hafa góða vegina til þess að við getum flutt út fiskinn þeirra. Þetta er svona spurningu, þetta sjónarhótt sem við tala að það er aldrei tekið með eiginlega inn að það sé þjónkun við farið fyrirtækjaeigendurna. Þeir eiga heimtingu og við gerum eins og í sæðisargrein ef við fyndið skull á hálendinu við myndum gefa það strax. Við myndum bara gefa hálendið. Af því að það kom einhver námufyrirtæki bara og segja við viljum grafa hérna og við viljum fá veg hingað. Og eru best til þess hæf að grafa eftir gulli. Já, samgöngunar myndi bara leggja veg fyrir að bara... Þú gæti ekki að grafa eftir gulli, það? Þú gæti ekki að grafa eftir gulli? Nei, nákvæmlega. Nei, það er litla látu þá sem að kunna það að fá þetta. Já, mitt. Þetta er einhvern veginn stemming svolítið. Stjórnvöldum myndi bara leggja vegi fyrir námufyrirtækin frítt af því að þannig er þjónkunin alltaf við fyrirtækjaeigendur. Þeir eiga heimtingu á öllu og við eigum bara að skaffa þeim alls frítt Herðu, eitt er svona stjórnmálin og svo nefnir líka fjölmiðlana að það mætti vera meiri svona greining og það sem miklu krítískari fjölmiðlan. Já, það sem heimildin gerir, hún greinir oft skrifa greinar fiskeldi til dæmis og margt fleira. Við erum náttúrulega 24 tíma sólarhring með samfélagsumræðu. Almenna. En það sem þú ert kannski að gagnrýna er kannski RÚV og félagar. Það sem eru með, það kannski segjum eins og fiskeldið, þá er svo stilt upp þannig í staðin fyrir að RÚV bara greini ástandið og segja okkur sem skýrast frá hver staðan er. Að þá kemur þú og segir eitthvað og svo næsta kvöld kemur ykkur annar og segir eitthvað allt annað og svo þriða kvöldi kemur svo þriði og segir eitthvað allt annað og við erum eiginlega engu nær, við heyrum bara ólík sjónarmið og... Algjörlega. Þetta er bara svona tilkynningafréttir. Það er ekki verið að grafa ofan í hluti, það er ekki verið að spyrja ráðherra gagnrýnina spurninga. Bjarki hefur aldrei verið spurð af hverju ertu að gefa þessi leyfi. Ég hef ekki séð viðtöl við hana þar sem hún er bara bókstaflega spurð því af hverju ertu að afsala þessum tekjum. Hún er ekki spurð að því beint. Nei. Þannig að ég hennar svar óbeint, þú var nú í hvað heitir það, Silfrið? Já, í gær. Já. Og svona óbeina svarið hennar er þannig að það væri eiginlega markmið frumvarpsins að hafa gótt regluverk í kringum þetta sem myndi gæta almannahagsmuna og lögfræðingarnir hefðu sagt henni að það væri best gert með því að gefa leyfin. Já, einmitt. Hvaða lögfræðingur er það? og það hætti ekki að rukka fyrir þetta. En hún var aldrei spurð í Silvegis í gærkvöldi af hverju ertu að gefa þessi leyfi? Af hverju ertu ekki að rukka fyrir leyfin eins og Norðmenn gera? Það var aldrei bent á það að Norðmenn er að leggja 35% skatta á þetta. Af hverju gerum við það ekki? Ég held að hún hafi komið svona næst í að segja eitthvað í þá áttina í gær
að þessi iðnaður eða ég veit ekki hvað þið kallir þetta er komin lengra á veg í Noregi. Já. En hún var með þá hugmynd. Já, hvaða máli skiptir? Þannig að við þurftum að fara sömu leiðin og Norðmennirnir áður að byrjum að rukka. Við bara getum gett það sem við viljum, skilju. Hún á að gæta hagsmuna almennings. Hún á að gæta hagsmuna þjóðar, en hún ekki að gæta hagsmuna fiskeldisfyrirtækjanna, sko. Þau bara koma okkur ekki við, sko. En ef þetta er þannig að stjórnmálin gæta hagsmuna hérna sterku, fjölmiðlarnir hjálpa okkur ekki til þess að greina ástandið eða þannig við skiljum það. Nei. En svo er einhver umræði í samfélaginu. Þú ferð og ég veit ekki hvort þú fær í heitapottin eða þú hittir ykkur á kaffistofunni og hittir fólk hér og þar. Þannig að þú hittir umræðu almennings. Hvernig er hún byggð á þessu? Sko stundum er maður bara talin vera svona vinstri sinnar öfgamaður. Já, sem það þykir slæmt eða eitthvað? Af því maður bendir á eitthvað, og af því að flestir vilja bara hafa þetta í rólegheitum, og vil ekki vera rugga bátnum og mikið, og þannig verðist vera til dæmis hjá Ríkisútvarpinu, eins og Kveikur er eitthvað svona rannsóknarþáttur, og þeir eru bara með eitthvað smámál. Þeir fara ekki í neinn stór mál. Eins og Landsbankinn ætlaði að kaupa TM daginn, og það var tengt Kvik og svona, það hefur verið rakin mál fyrir Kveik til þess að kafa ofan í. Þarna var eitthvað í gangi sem við sem ekki hvar, og sjókveldið, það má skoða það, afurðastöðvamálið, þar sem afurðastöðvarnar eiga bara að haga sinni verðingu eins og vilja. Það er stórmál. Þetta er alltaf stórmál sem þáttur eins og Kveikur á að fjalla en þeir fjalla bara eitthvað smámál. Eitthvað smottir í sem skiptir engu máli. Kannski búðarnöfl eða eitthvað. Já, daginn var eitthvað hundar sem fórum gegnum Keflavíkurflugvöll, eitthvað svona algjört svona bara rugl, Ég skil ekki akkur að það er ekki sjónvarpið, að því ég nú vinn í sjónvarpið, mér finnst þetta svolítið svona brennur fyrir mér að sjónvarp er ofsalega sterkur miðill, og með því að kafa á henni máli í sjónvarpi og matreiða þannig að fólk getur mynda sína skoðanir út frá málið, það er sterkasti miðill, en hann er algjörlega hlutlaus og ónýtur á Íslandi, því miður, bara algjörlega ónýtur, Kveikur á sínum tíma tók fyrir mál þar sem að svona gerandinn eða það var að vera að beina sjónum að bara valda miklu fyrirbrigðum eins og Samherja og það fólk sem að það gerði það hefur eiginlega bara verið ofsótt og það kann að vera ástæðan fyrir því að Kveikur vill freka fjalla það sem að gerendunir eru kannski einhver óljósir glæpamenn sem eru að stela í búðum eða smálánafyrirtæki en það er enda smálánafyrirtækin þau voru áður, var þetta svona dúbjus gæjar sem að fóru og eiga núna það sem ég held ekki kalla núna eða eitthvað, núnú. En umsvefamestu í smálánum núna eru eiginlega Síminn og Kvikabanki. En það fannst mér vanta í samantektina þeirra það hvernig skráð fyrirtæki, stórleiti í eigu lífeyrissjóða, eru allt inni komin inn á þennan markað þar sem er verið að ná 45% vöxtum út úr bláfáttöku fólki. Mér finnst það vanta í umfjöllina, þetta snýrst alltaf með þetta væri svona eins og persónulegu vandi þeirra sem að lentu í þessu, en ekki það að þau hefðu orði fyrir annars vegar fátækt og hins vegar það að við erum í samfélagi það sem að svona einhverja hýjenur fá að ráðast á fátækt fólk og rífa það í sig. Sem er miklu stærra mál. Það má aldrei rugga báttum á mikið, eins og núna María Sigrún, með Dag B og olíustöðva lóðirnar. Þetta er stórmál. Þetta er greinilega stórmál og það þarf að virkilega kafa ofan í það og finna út úr hvað er að gera það. Við höfum aðeins fjallað þetta og ég sló á það að með þessari aðgerð þá hefði borgaryfirvöld búið til svona 8 milljarða verðmæti sem er færðu 3,2 olíufélögum. Gáðum það. Og maður skildi ekki tilgangi vegna þess að líklega er þróunin hvort sem er að bensínstöðvum mun fækka. Við sjáum það bara hérna fyrir neðan að það er orðin 1 pumpa en það eru eitthvað 6 rafmagnsdælur. Einmitt. Þetta er alltaf með stjórnum þar, en þá eins og segir, hvernig stendur á þessu? Er einhverja mútur í gangi? Er einhver þrýstingur? Það er fyllt af lobbyum náttúrulega að vinna, en hvernig stendur á því að mennum dettur í hug að gefa olíufélögum lóðir? Og akkur er ekki farið ofan í sauman á þessu máli? Akkur er ekki farið heim til dags og hann spurður þetta?
af því við þurfum að vita þetta og okkur, bara við höfum heimtinga að vita þetta En mitt eftir því að þú sagðir áðan að þegar maður talar eitthvað svona að þá maður sakar að vera, mann ekki að orða er svona vinstri villingur ykkur. Já. Ef að það er stemmingin í samfélaginu að sá sem gaggrínir, eða sá sem að vill benda á að sé verið að ganga á almannahagsmuni, sem að ég held að ef þú myndir spyrja Íslendinga, taki bara alla Íslendinga fyrir og farir í svona djúpviðtal við þá er það líklega sko 80% af Íslendingu sem eru á því að hér er verið að hyggla hinnum sterku. Þegar það er spurt kvótakerfið, að þá er þetta eitt af mest afgerandi niðurstöðunum að almenningur upplifir það að kvótakerfið færir fé frá almenningi til örfára. Og ég held, minnir að það sé yfir 80% svara því. Þetta er svona almenn tilfinning, en svo þegar þú hittir fólk í pottinum bara. Fólk í pottinum, að þá ef þú talar almenningshagsmuni, þá er þú að skemma partíið. Þá er þú hættilegur, þá er þú að raska jafnvæginu í samfélaginu. Já, nákvæmlega. En þetta er náttúrulega mjög óeðlilegt ástand. Þetta er bara afskaplega óeðlilegt. Þeir sem eru að skópla peningunum til hennar ríku, það eru þeir sem eru að raska jafnvæginu í samfélaginu. Já, og ég bara hreinlega skil ekki af hverju fólk er ekki miklu meira að ræða þetta og miklu brjálaðara yfir þessu vegna þess að þetta er ekki svona í nágrannlöndum okkar þetta er ekki svona í Danmörku eða Svíþjóð eða Noregi en þetta er á Íslandi það sem við erum að gefa hlutina frá okkur sko. Ég held líka að það sé ríkari hugmynd á Norðurlöndunum að ríkið séu við almannahagsmunir. Ég held að sé ekki sterk tilfinning á Íslandi. Ég held að sterkari tilfinning sé að ríkið þjóni hinum. Og þetta er líka stjórnmálamönnum, þeir komast upp með hvað sem er, mannst ekki til Mónu Salín þegar hún keypti kjól með kreditkorti ríkisins hún þessi af sér. Það myndi aldrei gerast í Íslandi. En samt hafa margir sagt af sér. Já, það er neyðst til að gera það. Bjarni sagði af sér, eða hvað vil kalla það. Sigríður Andersen, Hanna Birna, Sigmundur Davíð. Örfáir hafa gert það. Já, þetta er samt sko, svo horfir á ríkisstjórnum eftir hrun, það er náttúrulega hrunstjórnin, Samfylkingin og Sjálfstæðisflokkurinn sagði af sér út af kröfu almennings. Panamastjórnin, hún sagði af sér og boðaði til kosningar enda með svolítið löngu fyrirvara. Það var ekki bara Björt framtíð sem að hljóp úr skaftinu með stuttlífu ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar. Þetta var það að því að bara þegar fréttin kom að þetta hefði verið pabbi Bjarna Ben sem að verið að hilma yfir. Ég man hvar ég var í bílnu þegar ég heyrði þetta. Því að þetta var rísa frétt. Það sko Sjálfstæðisflokkurinn væri bara komin í það að venda fjölskylduhagsmuni og dómsmálaráður að segja ósatt og allt saman. Þannig það var líka út af svona bylgju. En hvað er sá maður í dag? Forsætisráðherra. Gullfiskaminnið. Það er svo mikið. Það er alltaf skýtna. Það er svo almenningur geti bæði verið sko kröftugur, en svo einhvern veginn látið allt í þessu ganga. Sigmundur Davíð er ennþá á þingi, með stóran flokk. Mjög góðu skapi. Já, sem er ótrúlegt. Ég bara skil þetta ekki sko. Þegar menn eiga að hrökklast að þingi, þá er það bara ekki vera á þingi. Þú ert alveg uppvísa að svikum og hvernig áttu þér í það leið tilbaka? Ég bara skil þetta ekki. Þú ert bara að fara að gera eitthvað annað. En hann hefur haldið því fram að þetta hafi allt verið eðlilegt og þegar hann fær endur álægningu þá hafi það verið eitthvað bara því eðlilegasta mál. Það var nú við fleiri svo sem. Herðu, þetta er staðan á samfélaginu. Já. Frá sjónarhóttinu þínu. Því miður. Við þurfum að reyna að gera eitthvað í þessu. Eitt er að því að byrja að tala um þetta. Já. Og það sem að við erum að gera við þetta rauða borð að við fáum alls konar fólk til þess að tala saman og ég er að reyna að gera kannski margt í einu en eitt af því sem við langar núna er að ná inn svona umræðu venjulegs fólks. Við höfum boðið fólki sem svona hittist á morgnana og ræðir landsliðsgagnanir sinnar sem er svona umræðu vettvangur sem er kannski öðruvísi heldur en svona það sem við sjáum sviðsett í Silfrinu eða þessum þáttum eða í Kastljósi. Þannig að því að sú umræða sem að almenningur á sín á milli, ég held að hún sé eiginlega vanmetið mikilvægi hennar. Því að það komið þess fram í þessu samtali okkar. Það þeir út að tala að þegar þú kemur eftir gagnrýnin á einhverju svona þar sem almenningur bara hittast og ekki í sjálfu sér að verja einhverja tiltekna hagsmuni að þá er það frekar litið svona þykir að það er svona erfitt ef að einhver er að tala hvað er að eins og við séum einhvern veginn undarlega meðvirk. Maður þykir róttækur sko. Maður þykir róttækur að benda á það sem er að sko.
það gerir svona vesenis maður sko. En róttæknin náttúrulega hjá stjórnvöldum sem að vilja gefa firðin okkar. Það var gefið landsmenn börðust fyrir því að færa út landhelgina en þess að fólk vissi það að skilyrði til þess að búa til gott samfélag væri að við næðum landhelginni til okkar en hún fær ekki til þess að byggja upp byggðir í Baskalöndum eða á Bretanskaga eða á austurströnd Englands. Þannig að við náðum því, en svo var þetta bara gefið frá okkur sko. Og það var lagðir af eignaskattar, það voru lækkaði fyrirtækjaskattar, það voru lækkaði skattar á fjármagnstekjur, það var stórkostlegar samfélagsbreytingar. Þetta róttæknin, ef þú vilt tala hvað raskar samfélaginu mest, að þá það stefna stjórnvöld undir 30 ár. Já, nákvæmlega. Ég held að þú sett bara maður sem óska eftir því að við skrúum aðeins niður þessar róttækni sem hefur verið þarna. Já, ég held áfram að vera vesenismæður í pottinum, sko. Herðu, Alfreð, takk fyrir að koma hingað og spjallaðu mig. Takk sem leys. Og við ætlum að sitja hérna áfram og halda áfram að skilja samfélag sem við lifum í. Ég held að við séum að leiðin í leikhús. Fjárhagserfiðleikar eru afgerandi meiri hjá eflingarfólki en öðrum á vinnumarkaðnum. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.